Hér í Brynjudal þessi ágæti skógur sem fólk nýtir eitthvað til útivistar og það mjög gott. Við viljum kannski auka það. Eitt af því sem við getum gert að fara í slóðagerð og búið til aðgengi hér gott. En það sem væri hægt að gera hér, það er að renna hérna með gröfu og laga til slóðina þannig að hún sé nokkuð lárétt og haldi ekki vatni, þannig að það renni vatn í kringum hana en ekki á henni. Tilgangurinn með slóðinni, hér allavega, er að tengja þennan stóra úthaga hérna að trjám svo við getum komist í hann og gróðsett meira og getum gert enn meira í skógræktinni fyrir jólatré, fyrir timbur, fyrir aðgengi fyrir sveppi og ber. Og svo má náttúrulega glæða landi hér lífi sem er annars frekar hrjóstrugur melur og grjót skriður hér úr hlíðinni. En með því að opna svæðið á fallegan hátt þannig að það liggi vel á landi. Annars er nú beinasta brautin hér við girðinguna, þar sem minnstur halli, en það er nú samt hægt að komast öðru hvoru aðeins út úr því. En ef við náum að tengja þessi tvö svæði hérna, þá opnast miklir möguleikar. Að útskýra mikilvægi þess að hirða skóginn og grisja er kannski ekkert auðvelt í vídeói, en hér er rauðgreni sem er ansið þétt og það er krökkt af því í skóginum og fleiri tegundum sem veitir ekkert af því að grisja. Með vegakerfi væri hægt að gera vinnuna auðveldari og útivistina skemmtilegri. Einsleitir skógar eru áhugaverðir fyrir marga. Það sem gerir þennan skóg svolítið skemmtilegan er að það er fjölbreytilegt eins og reynirinn hérna, frá lauftré inn í milli í barrinu, svo hér falleg sjálfsáning. En það er kannski, má nefna að við viljum hafa fjölbreytta skóga. Ekki bara auðga líf með öllum hætti heldur skóginni þurfi ekki allir að vera eins. Þetta er bara spurning skala. Ætlum við að horfa á hektaran eða 100 hektarana, það er alls konar svona pælingar. Og þess vegna er aðgengi svo mikilvægt að upplifa alla þætti skógarins. Skógurinn er ekki bara hvert tré sem stendur í honum, heldur er það umhverfið, heldur er það vistkerfið sjálft. Og vistkerfið breytist á mismunandi skala. Við getum tekið og rýnt hér ofan í mosann og þar er helling að gerast, eða við getum víkkað út Sjóndaldarhringinn og þar er líka helling að gerast. Eins og hér á þessu svæði, hér flýgur stundum örn, ég sé reyndar ekki í dag. Örnin er að gæjast hérna og athuga hvernig við höfum það. Það er ekki allir skógar sem hafa örn sem vaktfugl, eða segir maður það ekki? Ætli þetta sé ekki 30 cm í þvermál eða svo og fínasta stálrör. Gegnir í sjálfu sér sínu hlutverki einhverju leyti, nema það er svolítið hraðahindrun hér á veginum vegna þess að það stendur upp úr og það þýðir að það grefur líka þess úr. Sem þýðir að frostlyfting ár eftir ár lyftir rörinu þó að þessi blýþungt stálrör upp
gerir það gagnslaust. Vegna ís til dæmis eða vassaflæmis sem að grefur úr og gerir það og lyftir í rauninni frá veginum vegna þess að vegurinn í rauninni vegna greftrar. Lónið hér við hliðina er líka, það er stórt, það er kosturinn við það, það er stórt en það mætti að vera dýpra til þess að taka við þegar leggst á það ís, þá er hætt við að hér hefði ég viljað grafa smá hólu. Það fer greinilega mikið vatn hér 2 rör, en slóðin hefur haldið sér þannig að það er ekki mikill vatnsframgangur hér yfir. Hólan aftur á móti hinum megin, hún er að hverfa, þannig að gagnið í rörunum er sennilega lítið, en kannski er ekki að dæma en það rennur ekkert úr þeim núna. Það er mikilvægt að veginir séu það góðir að það sé hægt að afkoma þá svo að þeir fyllist ekki að sjálfgræðslu eins og furu og greini því að það er sóun á fjármunum. Þess vegna er best að gera þetta almennilega helst frá fyrsta degi en í öðru lagi þá væri hægt að laga þetta. Hér eru komnir inn í nýlegan stíg inn í skóginum ofarlega. Hann er ekki fyrir alla jeppa, heldur bara þá alhörðustu eða traktora og kannski hef stæðið ekkert sérstaklega gott heldur en það var engu sem við gert og antalega þarf hann bara að taka sig og binda sig en svo kemur hér ís sem pínlítið skemmir þann feeling og hér þarf samt virkilega að komast að því að skógurinn bíður umhirðu. Hér þarf að gresja í stórum mæli, miklum mæli en betur má duga skal myndi ég vilja segja. Þetta er Malaborði slóðin sem liggur í jaðri Brynjuvindalsskógar. Hér er dæmi faratálma á slóðinni sem að þyrfti að lappa upp á. Það er enda búið að gera það töluvert með því að laggja þennan grjótíðan en þetta er samt ekki fyrir alla bíla. Ekki það að vegurinn eigi að vera fyrir alla bíla heldur eiga svona stærri bílar og vinnutæki að geta komið sér greiðlega. Það má gera eitt og annað á þessum vegi. Er nú orðið svolítið svakalegt þegar það fer að hrynja báðum megin úr bakkanum, bæði við slóðina, líka ofan við slóðina, grefur sig niður í góðan skurð þar sem vatnið rennur greiðlega, jafnvel svo greiðlega að það grefur úr báðum bökkunum. Það þýddi það að þessi slóð myndi einn daginn bara verða lítil og ekki geta nýst einum og einum. Ég veit ekki, hér er allavega rör, það er þó góð bót í máli. Þetta er ekki grín hérna. Við erum í eilífri baráttu við náttúruna og náttúruöflin. Komandi slóðir sem við það er mikil forréttindi að fara og hvort sem er á 4 jafnfljótum eða 2 með hesta, hunda eða félagsskap. Hvað sem aktivitíð heitir, þá er gott að hafa vegi, þá er miklu meiri líkur á því að landi nýtist okkur fólkinu. Hér eru mikið rjúpu og hér er mikið líf, hér er mikið gaman. Hér er janúar 2026 í Brynjudal. En ætli ég láti ekki gott heita. Ég fer ekkert þessa slóðir mikið meira. Það mætti lappa upp á þetta betur. Leiðilegt þegar fjármunum er kastað á glæði. Það verður að gera eitthvað til þess að svo fari ekki.